Ármann Pétur Arason, manni, núna að næsta verkefni okkar þarf að fara suður með sjó, sækja Njarðvíkinga heim. Þeir eru nýliðar í deildinni, tekið ekki bara með Einari. Nei, þetta verður virkilega strembið leikur. Njarðvík hefur sýnt það í þessum fyrstu leikjum að þeir eru virkilega með frábært lið, eða svona góða liðs heild allavega. Svo sem kannski ekki þekki mikið af leikmönnum hjá þeim, en ég hugsa að þetta sé mjög gott lið. Ég var að taka það saman að það virðist vera einn leikmaður hjá Njarðvíkingum, Andri Fannar minnum með hann heiti, og svo þú og Svenni sem spiluðu síðast þegar þessi lið mættust 2010 í fyrstu deildinni. Þannig að það gríðarlega breytingar á báðum liðum. Já, en það voru svolítið langt síðan líka. Já, það er búið að breytast mikið, en ef ég man rétt á held ég við vunnið þennan leik. Reyðan var upp, fyrirleikurinn fór 5-0 og þar skoraði þú mark. Svo á útivelli sem á þar hjá þeim hérna í Njarðvík þá unnum við 1-0 og það var engin annar en Ármann Pétur Arason sem skoraði. Verður ekki með sömu skóna, markaskó í leiknum á morgun? Já, vonandi verður það þannig. Kannski ekki sömu skó, vonandi svipaða markaskó. Við vonum það. Aðalmálið að fara þarna í þennan leik og sækja hennan sigur. Þessi 3 stig sem við þurfum núna. Og klárlega eigum við að vinna þennan leik ef allt er eðlilegt þá eigum við að vinna þennan leik. Það einhver mögnu stemming sem í Njarðvíkurliðinu. Þeir hafa byrjað bara með látu, gerðu jafntefli við Þróttar og fóru svo í Breiðholti og bara hirtu öll 3 stigin sem þar voru boði og bara gleðin inn. Já, eins og ég segi, þeir eru klárir í þetta verkefni og hafa sýnt það með þessum úrslitum og ég svo sem ekki sé mikið að spilamennsku þeirra en eitthvað að þetta er klárlega gott lið. Þeir kunna að spila fótbolta, þeir vita alveg hvað þeir eru að fara að gera. Þannig að þeir virðast vera vel rútínir bæði varnarleik og sóknarleik. Þetta er verið verkefni fyrir okkur að fara og sækja 3 stig á móti þeim en ef allt er eðlilegt þá eigum við að gera það. En maður verður samt að hafa það svona í bakgrunni að vera ekki með neitt fjárans vannmat þó við höfum unnið á hérna fyrir 8 árum því að það er mikið vatn runnið til sjávar síðan. Já, það skiptir náttúrulega ekki nokkur einasta máli núna en þetta er nýfæri á stað og þeir eru nýlegir þessi deild og þeir vilja klárlega gera eins vel og þau geta og saman með okkur að við erum með mikið breytt lið en við erum svona að slípa saman og mér finnst við vera stígandi í hverju leik hjá okkur. Þannig að ég er spenntur fyrir þessu leik. Á móti liðinu sem allir spá sigri í deildinni í Skagamönnu, þar sýndu þið bara feikna góða leik og voru bara hreinlega óheppnir að fara ekki með meira út úr þeim leik þegar við fá staðið. Já, við vorum svona frekar svekktir eftir leik að fá ekki allavega jafntefli eða 3 punkta á því. En spilanlega séð í þeim leik var svona, já, upp og niður. Enda fyrsti grasleikur og svona pínu vorbræður á þessu þannig. En að tapa honum var klárlega svolítið svekkjandi. En það verður ekki slíkt á morgun. Nú eru búin að svona aðeins að hrista á ykkur svona vorhrollin, þannig að þið komist aftur á gras á Njarðvíksvelli. Já, förum á grasi aftur núna. Örugglega í roki og bleitu. Þannig að það verður bara barningur og spenna og við klárlega erum að fara þarna til þess að sækja þessi 3 stig og ætlum okkur það. Það er náttúrulega við erum á Íslandi og þar getum við átt von á slyddu og snjókomu og rigningu og roki og logni og sól og guma og vita hvað. En þið ætla að koma með sól í hjarta heim og á svo ekki að drífa sig á herrakvöld tósum kvöldi. Jó, ætli það ekki. Ef við vinnum þá verðum við að gera það. Vann gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.